Það var skil. Já. Svo setjum svona smá blóðbör út í. Það er mjög gott að setja mjólk út á. Mjög sumarlegt. Komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin í Snallið. Í dag ætlum við Rán að búa til kanilsnúða, svona aðeins hollari útgáfu. Við ætlum ekki að nota ger, af því það er einfaldara. Við notum bara vínsteinslyftuduft og við ætlum að prófa að nota bæði gróft og fínt spelt og ýmislegt fleira. Og við skulum bara byrja. Þá þurfum við að kveikja hérna og við kanntu á svona vikt. Nei. Nei, hérna er allavega grönn, þannig að það er allavega í lagi. Setjum svo bara skálina hér og svo þurfum við að jafna þannig að komi 0 með skálinni. Og nú máttu byrja á að setja 200 grömm af fínmjöluðu og ég skal setja svo þetta hér grófa á móti. Bara stundum allt. Allt í góðu lagi. Svona bara. Gerum maður bara svona. Tökum þetta seinna. Já, aðeins meira. Svona. Bara mjög gott. Og svo þá getum við jafnað bara aftur hérna, svona. Og svo setur við 150 af henni. Svo er gott, krakkar, þeir eru búin að nota. Þið getið notað líka bara hveiti, heilhveiti, það sem þið eigið heima og í skúffu. Sjáu þið, að loka svona vel. Þetta sé ekki opið einhvers staðar ofan í skúffu og fari ekki allt út um allt. Vel gert. Ok, þannig að nú tekur þú bara skeið og hrærir saman fína mjölið og grófa mjölið. Byrjum á því og ég loka þessu á meðan. Rúlla, 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 rúlla. Svona. Ok, svo máttu setja 4 teskeiðar af vínsteinslyftudufti. Ef að maður nennir ekki að nota ger eins og ég, og það er líka ger er ekkert voðalega gott fyrir magan, að þá getur maður nota bara lyftuduft. Og það er það bil 100 grömm af mjöli, 1 teskeið lyftuduft. Og þetta eru næstu því 400 grömm af mjöli, þannig að það eru 4 teskeiðar af vínsteinslyftudufti. Svo hrærir þessu saman. Svo er 50 grömm af smjöri og við setjum það bara í pottinn. Settu 4 matskeiðar af hunangi. Hunang er mjög góð sæta og hunang inniheldur töluvert af næringu. Þannig að mér finnst gott að nota hunang eins og til dæmis í kanilsnúða. Ok, þá erum við búin að setja 4 matskeiðar af hunangi út í. Og þá er það frá. Þá máttu hella smjörinu. Þetta voru 50 grömm af bræddu smjöri. Og þó það væri aðeins meira, þá væri það bara í góðu lagi. Það þarf einhvern vökva. Það má nota heitt vatn. Það er svolítið gott, það svona hjálpar mjölinu og gerir deigið líka mjúkt. Það má nota venjulega mjólk. Það má nota einhverja jurtamjólk eins og möndlumjólk eða kókosmjólk. Og svo má líka nota svona AB-jógúrt eða aðra jógúrt eða gríska jógúrt eða skiptir engu máli. Það er einhver svona ákveðin vegvísir í uppskrift, svo getur maður alltaf verið að breyta. Það er svo gott að muna það, að vera ekki stressaður ef eitthvað er ekki til. Það bara nota maður eitthvað annað. Þú getur nota rjóma. Það er bara mjög gott. Og þá, já, þú mátt halda á málinu. Byrjum á að setja 1 desilítra og eða setjum aðeins svona bara. Og setjum svo líka smá af vatni. Svona. Flott. Já, mjög flott hjá þér. Og þá er hægt að fara að fletja út. Það er hér. Já, mjög flott. Alveg vel gert. Og þetta er svolítið gaman. Já. Strax komið svo góð lykt. Eitthvað þægilegt. Já, mjúkt, eins og eyrnasnipill. Gerum bara svona.
Byrjaði á að hnoða smá hvítuspelti inn í og svo ætlum við að skera það í tvennt og fletja út í tvennulagi og setja inn í það. Nú ætla ég að bræða meira smjör í pottinum á meðan þú ert að þessu af því að við viljum pensla smá smjöri innan í deigið og svo setjum við kanil og örlítið af hrásykri. Fletur þetta bara nokkuð þunnt út. Og þegar maður er að fletja út, þá þarf maður alltaf að vera að snúa við. Þess að annars fletjið þið bara út og það bara klessist allt fast við borðið og þá er ekki hægt að ná því af. Maður fletur og fletur, snýr við, fletur og fletur, snýr við, fletur og fletur, snýr við. Svo er þetta klárt. Þetta er að verða ansi flott hjá þér. Það er mjög gott. Við skulum bara... Ef þið eigið svona eins og gúmmí, ekki gúmmíbusta heldur svona til að smyrja með í eldhúsinu, þá er gott að nota það. En það er líka fínt að gera svona og þú getur meira sér bara gert það með þessu. Það er eiginlega bara betra. Já. Smyrj bara vel alls staðar. Stundum setjum ég smá kókosmjöl líka í deigið, það er líka mjög gott. Flott, svo máttu bara hrista fullt af kanil yfir. Búm. Flott. Svo er það sykurinn. Sprakk í andlitið á mér. Ég nota mjög oft kókospálmasykur innan í líka, finnst það mjög gott. Ég nota líka mjög oft bara sama hunangi og var í deiginu, setja það hérna innan í. Smyrði bara fremur þunnt. Og nú máttu bara rúlla. Vel gert. Ef svo ólíklega vill til að kanilsnúðarnir klárist ekki samdægurs heima hjá okkur, að þá myndi ég frysta afganginn, þess að þá eru þeir alltaf eins og nýir. Mér finnst þeir reyndar góðir bara beint úr frystinum, ískaldir, en ef þið viljið að hafa þá heita, að þá getið þið stungið þeim inn í ofn eða notað samlokugrill ef þið eigið svoleiðis. Þið bara finnið út úr því. Bara mátti raða þeim á ofnskúffuna. Og best er að nota bökunarpappír undir og svo einhvern svona ofndisk eða eitthvað sem má fara inn í ofn. Nú fara þeir inn í ofn í svona korter, 20 mínútur. Það er fínt að fylgjast bara með þeim. Sumir vilja hafa það mikið bakaða, aðrir vilja minna bakaða. Þið bara ráðið því. Við skulum sýna ykkur hvernig þið líti út þegar þeir eru tilbúinir. Ekki? Ég menna smá flottir. Má ég fá? Já. Má ég smaka? Auðvitað. Þú líka. Ok. Algjör sælgæti. Það er hræðilega góðir. Ég vona að þið öll eigið líka eftir að gera kanilsnúða heima. Það er ekkert mál. Muni bara að ganga frá eftir ykkur. Annars leyfa mamma og pabbi ykkur ekki að vera elda heima ef allt er í rústu að koma heim. Best er bara að ganga frá jafn óðum og muna að þvo vel borðin. Skítuborð, ég þoli ekki skítuborð. Verið sæl.